Söderland FM. Það held ég nú að spotta fyrir mig ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Það nú heldur betur veislan framundan. En já, Esjan, hún að leggja stað, fjarri Íslandi núna. Og það verður fyrsta félagslið sem að fara að keppa á stórmóti. Og línunum komið Pétur Makk, leikmaður Esjunar, heill og sæll, þú heitir markaskorari. Hver var það sem sagði það eiginlega? Já, ég bara með það sem að les stundum þegar svona kemur að ykkur úrslita stundum þá skora þú ykkur mörg. Já, það hefur komið fyrir. Já. Örstaka sinnum, nákvæmlega. Herðu, ég ætla bara að byrja að spyrja því út í Esjuna sjálfa. Já. Og þetta ekki nema 30 ára gamalt félag. Nú þið fyrst íslensk félagslega að keppi íshokkí út í heimi. Þetta hárið. Við erum nýstofnað félag, 30 ára. Og við erum búin að ná ansi góðum árangri á svona stuttum tíma. Það voru bara leikmenn sem eru búin að vera að spila inn á Íslandi og erlendis sem voru svona þreyttir á þessu 3 liða deild sem var búin að vera inn ansi lengi. Og við vildum gera eitthvað nýtt, við vildum prófa fjarlæga deild með alvöru liði og við vorum nokkri sem tóku á okkur að fara úr okkar uppeldisfélögum til þess að stofna þetta nýja lið og það voru að sjálfsögðu einhverjir sárir sem sátu eftir í gamlu liðunum en við vildum meina að þetta væri jákvætt skref fyrir íþróttina og náttúrulega bara til þess að breyta eins upp á þessari deild. Já, og það líkt og einn elsti leikmaður deildarinnar, hann Sigur Sveinn Essa, hann sagði mitt þetta breytti íþróttinu núna hérna fyrir meistaraflokk karla. Ég heyri ekki alveg spurninguna, þú datt aðeins út hana. Já, ég sagði eins og Sigur Sveinn sagði núna hérna í síðasta þætti hérna leikmaður Essa, þetta breytti deildinni að fá ykkur inn. Algjörlega, þetta var bara breyting til hins góða og bætti mikil spennu inn í deildina og bara jákvætt skref að sjálfsögðu að fá eitt auka lið. Hvernig leggið þið að stað á morgun? Þið eru náttúrulega bara haldið í ferðar núna og eru þið bara að fara ykkur staðar í ómeðvitunum þar sem þið viti ekkert við hverju þið að keppa eða hvernig virkar þetta? Við erum á leiðinni til Serbíu, Belgrad, höfuðborgarinnar. Og við förum þangað leggjum að stað 12-leytið á morgun, hádeginu. Og ég hef nokkri leikmenn sem hafa verið þarna áður, spila með íslenska landsliðinu. Og við erum svona nokkuð kunnir allavega einu liðinu þarna, það serbneska lið. En annars tyrkneskt lið þarna, tyrknesku meistararnir og búlgörsku meistararnir. Ég ekki alveg kláraði með þá. Nei. Ég reyni ekki þá, En þeir eru væntanlega með svona aðeins fleiri skautahallir en eru á Íslandi? Já, ég held það. Ég ekki alveg kláraði hvað serbarnir með margar en þeir eru alveg pottþétt fleiri en á Íslandi. En þið leggja að stað á morgun, þið spilið það ekki 3 leiki, þið eru það ekki í riðli? Jú, þetta sem sagt undan riðill í þessari Evrópukeppni félagslega og við erum í neðsta riðlinum, við byrjum þar, við erum að náttúrulega keppa í fyrsta skipti, svo við byrjum á botninum og við erum að mæta þarna tyrknesku meistarunum, búlgörsku meistarunum, serbnesku meistarunum og þetta verður 3 leikir sem að vera að spila þarna í röð. Fyrsti leikur föstudaginn, svo laugardaginn og svo sunnudaginn lokaleikurinn. Já, náttúrulega. Hvenær, þetta náttúrulega, þið eru náttúrulega fyrsta félagi, þið eru náttúrulega haldið áfram að skrifa söguna, skrítið á svona stuttum tíma. Hvenær tókuð þið ákvörðun bara, við skulum bara skella okkur á þetta Evrópumót? Þetta hann Gauti Formosson sem var búinn að vera með þessa hugmynd í maganum í mörg ár og allt í einu kom tækifæri að skrá sig í þessa keppni. Við skilum ekkert í hinu liðanum af hverju ekki löngu búin að skrá sig í þessa keppni áður. Sérstaklega Akureyri sem er búin að vera nokkuð dóminerandi í deildinni
nokkuð mörg ár. Nákvæmlega. Þannig að ég held að þetta verði nú bara árlegt október ævintýri hjá öllum Íslandsmeisturum hér eftir, sko. En hlustandinn kannski áttar sig ekki á því að vera að pakka svona fyrir svona ferðalag. Þetta nú meira en að segja að þetta ekki eins og bara, heyrðu, þú ert að fara að setja hérna takkaskó, legglífar, sokka og svo stuppur svona ból. Nei. Við vorum akkurat að pakka í töskunar niður í Skautahöll bara fyrir klukkutíma síðan. Fara var þjálfarinn og liðstjórinn mættur með vikt því að búnaðurinn gífurlega þungur og það yfirviktarproblem á þessum flugvöllum, þannig að við þurfum að reyna að vera sem léttastir sem óhjákvæmilegt. En já, það fylgir þessu gífurlega búnaður og við höfum oft þurft að borga háar yfirviktir, háar sem fjárhæðir fyrir yfirviktir. Þannig að við vonum að það gerist ekki. Nákvæmlega. En markmaðurinn í íshokkí, nú eru menn ekkert að átta sig á því, markmaðurinn, það mesta vesenu á honum, eða ekki alltaf að klæða sig fyrir leiki og já, bara eins og núna þegar hann að fara svona erlendis. Já, markmaðurinn, ef ég heyrði spurninguna rétt, þá markmaðurinn með örugglega svona helmikið þyngri búna heldur en helmikið stærri búna. En það hefur oft yfirleitt bjargast bara, það deilast bara einhver auka kíló á næstu menn og svona, þetta reddast yfirleitt. En með það sem þið eru að fara út í núna, já, viljið þið eru ekki svona sína frumkvæði núna og að þetta í að halda áfram hjá íslensku félagunum? Já, ég vona að þetta verði svona til frambúðast því að hann erum við bara að sína okkur og sanna okkur og meta okkur svolítið við sambærilega þjóðir og gefur okkur svolítið svona styrkleika stöður miðað við aðrar Evrópuþjóðir. Því að hér áður fyrr þá var í rauninni eina leið til að sjá þetta var bara með landsliðin. Þá voru samankomnir bestu leikmenn landsins í eitt og saman liðin, þarna er þetta félagsliðin sem er verið að meta. Og já, hvernig leggst þetta verkefni í því sjálfan? Þetta er náttúrulega ekki þitt fyrsta svona stórmót þannig séð eða svona? Nei, en þetta er samt nýtt og spennandi. Ég hef aldrei farið á svona Evrópumót félagsliða. Þetta er mjög spennandi verkefni sem að ég er virkilega spenntið fyrir og ég er bara nokkuð ungur þó ég í rauninni viti ekkert hvað ég er að fara út í eða við. Við erum að mæta með nokkuð gott lið og erum búin að vera að æfa stíft núna frá því í byrjun ágúst. Þannig að við vonum bara að við séum tilbúinir í þetta og séum okkar stuðningsmönnum og áhorfendum til sama bara. Og þetta er náttúrulega, já, gjör mikið bylting frá því að ESM var stofnuð fyrst því að, já, þar hefðu þið ekki einu svona búningsklefa og þið voru að æfa klukkan, hvað var það, klukkan 11? Já, 11, akkurat. Við, já, þetta er smá breyting. Við erum búin að berjast með kjaft og klóm fyrir öllu sem að við erum búin að, já, áorka. Því að í byrjun, stofnun félagsins þá vorum við ekkert rosalega velkomnir inn í þetta litla samfélag og við stum að fóta eitthvað málböðum í næsta mann og XR þá sérstaklega því að við deilum aðstöðu með skautafélagi Reykjavík. Við stum að tróða okkur þar svolítið inn og bæði með ístíma og aðstöðu. En við erum konum með klefa núna og miklu betri ístíma. Já, en já, þetta er allan að verkefnin leggst vel í, hvar byrjað þú í íshokkí og já, eða svona, hvað er þitt uppbyldisfélag og Þú ert að detta út aftur. Já, hvenær byrjað þú í íshokkínu? Ég byrjaði þegar ég var 6 ára gamall. Það var 96. Það var stóri frændi minn Magnús Ragnarsson sem að gróf mig á íshokkíæfingu. Það var bara gaman. Ég staði í þessu síðan. Já, mitt.
Þetta er komið held ég 21 ára allavega. Þetta er komið svolítið. Ég held að ég fara að síða í svona seinni partin alltaf. Ég þarf að drífa mig erlendis í nám og þá tek ég allavega einhverju pásu og síðan kem ég kannski aftur. En í ESU-ni þetta er orðið góð blanda af reynslumönnum og já, líka svona ungu leikmönnum, er það ekki? Jú, þetta er nokkuð fín blanda af bæði reynslu og síðan svona yngri ferskari, eins og maður segir, leikmönnum. Þetta er bara fínasta blanda og svo erum við með erlenda leikmenn líka sem að koma inn með mikla reynslu og bara reynslu frá útlöndum sem að geta verið mjög gott. Já, og já, hverjir stjórna tónlistinni í búningsleifunum? Þú varst að tala um það fyrir viðtala að það væri eitthvað Harry Potter svona stuð á yngri leikmönnum. Ég var að spá í hvort að ég væri með rétt lag eða ekki. Það var eitthvað. Já, ég veit ekki hvað lag út með, en það er alltaf rosalega flott teknolag í klefunum spilað. Já, og það er eitthvað tengt Harry Potter, sagðirðu? Já, þetta er sem sagt Harry Potter Techno Remix, held ég heiti. Já, einmitt. Þetta er nú ekkert uppáhaldslegið mitt, en þetta er mjög fyndið þegar þetta spilaði kljáðan. Já, þið leyfið þessum ungu leikmönnum að njóta sín? Já, það er ungu leikmenn sem fá að stýra tónlistinni. Nákvæmlega. En allan að njótið úti og við heyrumst að sjálfsögðu eftir viku. Það verður gaman að fylgjast með ykkur úti og þegar er náttúrulega þetta að fylgjast með þessu öllu. Náttúrulega í gernum, já, náttúrulega þið verðið náttúrulega á Facebook síðan og ESU-ni það ekki að... Jú, við reynum að byrta eins mikið upplýsingum við getum aðrinni og síðan verður líka hægt að fylgjast inn á EIHF. Já, inn á íshockey, EIHF.com. Já, EIHF.com og þar ætti að vera linkurinn vonandi með einhverjum svona beinum sendingum og allavega svona, já, stöðumála. Já, og þið hefði leik hvenær aftur á fimmtudaginn eða? Nei, föstudaginn er fyrsti leikur. Föstudaginn er fyrsta leikur og þá er náttúrulega markmanninn búinn að fá svona sinn búning og getur kannski fara að byrja að dressa sig á fimmtudeginum. Já, vonandi, já, það tekur líka smá tíma fyrir hann að dressa sig, það er náttúrulega. Allan að Pétur Magg, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og njóttu úti og takk kærlega fyrir þetta. Gaman að heyri þér. Sömuleiðis. Bye. Já, það er varla hægt að útskýra hvað þetta er stórkostlegt afrek af þeim að skrá sig til leiks þarna og já, þeir geti fylgst með inn á ihf.com og þar er hægt að fylgjast með gangi mála hjá ESU-ni. Íslands bikarmeistarar og já, deildarmeistarar, þvílíkir snillingar. Félagi stofnað árið 2014 og það lofið að þetta félag hefði ekki orðið til eftir það leiktímabil. En við ætlum að sjálfsögðu að kanna hvort að þetta sé ekki ábyggilega stilt rétt, en það er allan að Harry Potter Techno Remix sem að ungu strákunni í klefunum er að spila. Allt sem tengist íþróttum, sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland